Hej, hvordan går det? Hvordan går det? Snakker du ikke dansk? Nej, man. Men jeg snakker flæntaget Copenhagen. Flæntaget Copenhagen. Maður á ekki að vera að reyna þess að dönsku. Ég er geggjaður þegar ég fullur í dönsku. Já. Ég fór til Danmerkur og ég átti samtal við mannesku bara á dönsku. Ég skildi hana og hún skildi mig. Já, var hún full og hélt hún var að tala íslensku á móti. Örglega. Svo var einhver að hlusta á okkur og þá voru að tala ensku. Þetta var alveg líginni líka sko. Já. En hérna, jú, þetta gerir maður. Maður hefur nú lifað maður. Já. Herðu, hvað segir í dag? Bara gott, þið eru að hlusta á Pingjuna, Sirius 17, Erindrekar Satans, umdeildasta fjármálahlaðvarp landsins. Hefur hafið göngu sín á ný. Erindrekar Satans, við ætlum nú kannski að fara að breyta nafn, bara að rýbranda þetta. Það er sko núna... Bergeli. Já, það er enda finnst. En hérna, gauranar í bönkunum og stelpunar eru byrjað að fela það fyrir yfirmönnum þegar að hlusta á okkur. Við erum svo umdeildir. Já, meina það, það þykir ekki lengur svona mainstream að... Bara fórstuðumenn í Kviku sem eru bara búin að banna þetta. Pingjan, ekki hlusta á þetta. Þetta er alltaf umdeilt fyrir okkur. Harður stjórntaumurinn hann í bönkunum. Það er verið að vinna að sitja inn í einhverja skýrslu og ísp, heyrði ég. Bara umhverfis samfélagsþættir. Og að banna starfsmönnum að hlusta á Pingjuna. Kannski samkvæmseftirliti líka. Við ættum að reikna á svona þjóðhagslegan ábata. Já, ég held við lefum öðrum snjallarum mönnum að sjá það, eins og þeim sjálfum og svo einhverjum fleiri. Þetta er gríðarlega snjallt mat hjá samkvæmseftirlitinu. En ég er búin að vera að reikna út hversu umdeildir við erum og það eru stóra tölur. Sprengju þann skala. Maður getur ekki farið í partí á þess að auðsið yfir mann hérna fúkirðum. Urðað yfir mann í áramótapartíunum. Þannig að umdeildir eru við. Það verður ekki tekið á okkur. Flying Tiger, fyrirtæki dagsins. Þetta fyrirtæki þekkjum við náttúrulega vel. Já, en það þekki ekki allir þetta Flying. Nei, þetta er gamalt veldi byggt á Tiger, hinn sannkallaða smásala. Já. Þetta er svona lummubúð. Já, þetta er lummubúð. Já, eða svona lummu að vera þarna. Já, en þú veist það... Svona mömmubúð. Það var allir keypt eitthvað þarna, sko. Já, hvað keyptið þú síðast? Ég man það ekki. Ég bara man það ekki, sko. Ég hef samt alveg keypt eitthvað annað sko. En bara það hefur verið eitthvað svona Jú, síðustu jól ég keypti eitthvað svona fyrir jólagjafir, leinigjáfa leik einhvern veginn eitthvað svona. Já, frúin fína jólagjöf Tiger. Við erum alltaf með svona leinivinna gjöfin á okkar heimili. Heyrðu, eigum við að fara í sögurskýringar? Já, ég er með söguna. Ábyrgð á því hérna. Ég er með söguna, en ég vil fá Kødbenaner undir. Kødbenaner, Kim Larsen. Við erum ekki að fara að tala dönsku. Taka dansti Þetta er samt eða spári. Þetta er enn eitt skandinavíska successið sem að liggur yfir okkur eins og þokan í Seyðisfirði sko. Við erum með IKEA hérna. Er þetta ekki upp á slæðir? Já, heyrðu þetta einmitt. Já, langt sinni heyrðu þetta maður. Blasta þetta maður. Veist hvað þetta þýðir? Já, keiftu banana. Það ekki það? Ég veit ekki. Það hlýtur að vera. Köpbananir. Voru að hafa eitthvað á hreinu þarna í Danmörku. Ég er náttúrulega reipur ennandi í dönskunni. Yfirleitt eftir svona 4-5. Eins og við heyrum. Heyrðu. Allir að ræskja sig. Vast þvoðið á okkur eyrun. Við erum stöddir í Köpen. 1988. Hjónin Lennart og Sús sem höfðu verið að selja regnhlífar og minni hluti svona sólglerugu og sitthvað fleira svona túristadæmi, svona lummudót á Flóamörkuðum. Höfðu semst verið að selja þetta á Flóamörkuðum í Köpen, ákveða að opna sína fyrstu búð. Og ég fann þetta svo sem, þetta er ekki heimild sem ég fann á heimasíðu fyrirtækisins, ég fann það með öðrum leiðum. En svo búð hét víst Zebra. Og eins og segir, seldi regnhlífar og sólglerugu, kannara minni hluta eins og þau höfðu verið að selja á Flóamörkuðunum. Zebra er náttúrulega annars konar dýr. Já, er það ekki... En Tiger? Já, Zebra er aftur hvað? Það er svona Zebra hestur Já, rétt. Sér það. Heyrðu, svo gerist það 1995 sem er svona eiginlega opinbera skýringin á bakvið staðinn að við Íslandsbryggju, hún har kannski verið það með 3-4. Já, 4-5. Já, en Íslending. Er ekki þannig? Tekið sveppadíðuna og svona. Já, að þau útvíkka konseptið og stofna Tiger. Já. Og hann heitir Lennart Labocic og þar segir sko hann hafi opnað fyrstu búðuna. Ég velti fyrir mér hvort að
munurinn frá Zebru yfir í Tiger og þetta náttúrulega allt do your own deal fólk. Við bara ekki að hækka þetta, við ætlum ekki engisbrettunni do your own deal, þið vitið að það ekki eftir að treysta orða þessum sögurskýringum en mann svona dettur í hug hvort þið hafi skilið út af því hann fyrir einn af stað samkvæmt sögurskýringum í Tiger. Þekki það nú ekki. Varstu ekki að fletta þessu upp í dansku slúðupressunni? Nei, ég fór ekki svo langt. 28 ára aftur í tíman. Veistu hvaða nafni kemur? Tiger? Já, frá Tigerstýri bara? Nei, það ekki rétt. Okay. Sko, jú, að hluta til rétt það en það kemur af framburðinum á dýrinu Tiger en það borið fram T sem samnefnari fyrir 10 krónur og fyrstu Tiger búðurnar þá kostaði allt 10 krónar danskar. En varði þetta ekki eitthvað trend út af Tiger, þú veist þau skýrðu þessi Tiger og svo varð eftir það að kalla 10 krónur 10? Nei, 10 er hvernig þú ber fram 10 krónur sem alveg eins og segir Tiger. Það er 10 króna. Ok, þú getur fundið þetta á heimasíðinni. Það er svo 10 kall. Það er slangur 10. Já, 10 kall danskar sem hvað, 2000 kall eða eitthvað. Ég held að þetta hafi mitt byrjað eftir tilkomi Tiger að menn fóru að tala 10 krónur danskar sem 10. Nei, svo ekki. Þetta bara sami framburður. Já, hvað veit ég danska menningu? Framburðurinn á þessu breyttist ekkert og þau hafi opnað inn á búð sko. Framburðurinn var búin að vera þetta var mjög trendi búð sko. Já. Og ég meira að segja, heyrðu, ég setti ensku skýringuna og því ég vissi að verið með vesen. Tiger takes its name from how the Danish pronunciation of the animal name tiger sounds roughly the same as the Danish word tier used to denote a 10 kroner coin. In the first stores in Denmark, all items cost 10 kroner, 10 kroner. Og það var náttúrulega svipa fyrirkomlega í Íslandi þegar opna. Heyrðu. Er ég að stela að þér? Nei, ég tók þetta af Wikipedia. Ég að stuðla upplýsingaóreiðu. Ég byrst afsökunar. Búin að vera því nóga matabóðum núna en heyrðu ekki fara að koma með það fyrir framan alþjóð hérna. 2005, það opnaði fyrstu shoppin í UK. 2012, þá þetta tekið yfir af EQT Partners. Það er bara ekki að nefna að Ísland hafi verið fyrsta útibúið utan Danmerkur. Rólegur. 2021, þá fyrsta vefverslunin opnaði. 2012, þeir eru tekin yfir af þessu private equity sem aftur hvað á íslensku? Það það svo Alfa og Vex og allt þetta. Enga fjárfesting, þú veist. Já, allan eitthvað. Enga fjárfesting. Já, eitthvað. Það er ekki vogunarsjóður og ekki, er þetta framtaks? Æ, maður ekki. Private equity. Að sko, hann heldur eftir 30%, þarna vinnur okkar. Leonard Labuchai. Svo ég með trivju. Veistu hvaða land í heiminum með flestar tækjarbúðir? 2021 voru það 937. Þeim búið að fækka undir 900 en þetta... Ég ætla að segja Bretland. Frekar Danmörk. Þú þarft að reykja þetta. Það Ítalía með 129 búðir. Ítalín alveg brjálaðir í þetta. Það eftir ekki með Spánn, svo Bretland. En það sem búið að gerast núna á síðastliðnum 2 árum eins og ég kem að hérna 2021 þá kaupir danska fjárfestingafélagið Trevil aftur hlutinn og sem sagt þessi private equity kemur inn 2012 að búðu til félag, þetta franskt sem heitir Zebra AS sem móðufélag Tiger. Svo þarna þeir rebrandið yfir í Flying Tiger. Þetta heitir sérst ekki lengur Tiger, þetta Flying Tiger. Það fór alveg vel í töðunar á mér sko. Já, ég skil það ekki alveg. Og af hverju var það? Það hlýtur að hafa verið eitthvað leyfismál. Já, ég þekki ekki. Sko, þegar að þetta síðan endanum keypt aftur 2021 að danska fjárfestingafélagið Trevil búið að kaupa þetta aftur, þetta aftur komið í danska eigu þá kemur fram að þeir voru búin að vera að reyna að losa hlutin í mörg ár vegna tekjuhalla og taps. Það segja þessi sjóður sem átti Zebra. Hér segir að 2019 tapaði félagið 224 milljónum danskra sem eru 36 milljónum dollara sem eru svona 4 stórir ef við íslensku það. Það ekki sammála því? 4 stórir? 4 stórir þá 4 milljarðar, það yfir 36 milljónum dollara 2019 sinnum 40 bakkar. Já, 40 bakkar, 4 stórir. Árið undan 2018 þá töpuðu 88 milljónum dollara. 10 stórir. 100 bakkar. Anskotin maður. Það eru 100 bakkar. Já. Sko, síðan þá fókus eftir á að fækka búðum frekar en fjölga, þau voru bara búin að vera í expansion mode. Kæru hlustendur, já, það nóg eftir að þessum þætti, en til að hlusta á restina þá verðið að fara inn á partus.is/pingjan.
Hvað mörg pí í þessu, Arnar? Ég veit ekki, ég þekki það ekki 1490 krónur allavega fyrir að slást í för í pingjubandalagið og það er mikils að vinna þar. Það er verða fríðindi, það verða íventar og það verða viðtöl og allur fjandinn, ársreikningar. Þið vil ekki missa því, þannig að allir ársreikningar þættir inn á partus.is/pingjan og komið með okkur í ferðalag. Ekki orðum það mér.